Velkomin. Í dag ætlum við að kafa aðeins ofan í nýja löggjöf frá Evrópusambandinu. Þetta getur breytt heilmiklu hvernig við deilum og notum gögn. Já, það eru stjórnarlögin gögn, sem sagt Data Governance Act, og svo gagnalögin eða Data Act. Einmitt. Og það er mikill metnaður þarna bakvið, ekki sant? Að búa til svona öflugra evrópskt gagnahafkerfi. Algjörlega. En spurningin er náttúrulega hvernig opnar mann fyrir meira gagnaflæði án þess að grafa undan fyrirtækjum eða persónuvernd. Það er þessi fína lína. Akkurat. Við erum hérna með útdrættir úr löggjöfinni sjálfri, skýringar frá ESB og svo greiningar sérfræðinga. Markmiðið er svolítið að reyna að finna hvað þetta þýðir í alvörunni fyrir fyrirtæki. Bæði tækifærin og kannski höfuðverkina líka. Já, nákvæmlega. Og af hverju svona öflugt gagnahagkerfi skiptir máli yfir höfuð. En, vindum okkur í þetta. Svo, grunnmarkmið virðist að gera Evrópu bara leiðandi í þessu, í nýtingu gagna. Þetta snýst á kannski tvennt. Já, það má segja það. Annars vegar að byggja upp traust, setja reglur hvernig má deila gögnum, það er kannski meira stjórnunarlögin DGA. Og svo hins vegar að setja bara skýrari reglur hver fær aðgang á gögnum, sérstaklega gögnum frá alls konar tækjum, það er meira gagnalögin, Data Act. Já, þetta seinna, gagnalögin, það hljómar eins og eitthvað sem gæti haft svona beinust áhrif á fyrirtæki svona dagstæðlega. Það er mjög líklegt. Kjarnin þar er að tryggja svo kallaðan sanngjarnan aðgang að gögnum, sérstaklega þá frá tengdum tækjum, sem IoT-dóti. IoT, já. Hugsunin er eiginlega svo að sá sem notar tækið og býr til gögnin, hvort sem það er bara einstaklingur með snjallúr eða fyrirtæki með iðnaðarvélar, sá aðili eigi rétt að fá aðgang að þessum gögnum og geti jafnvel beðið framleiðandanum að deila þeim með einhverju þriðju aðila. Eins og til dæmis. Viðgerðarþjónustu, nákvæmlega. Eða einhverjum öðrum sem býður upp á þjónustu tengda tækinu. Þarna er strax komið tækifæri ekki fyrir, kannski minni eða óhá fyrirtæki. Óhá verkstæði getur fikið aðgang á bílagögnum til dæmis? Algjörlega. Eða fyrirtæki getur þróað lausnir sem nota gögn frá mörgum mismunandi tækjum til að bjóða upp eitthvað alveg nýtt. Þetta miðar svolítið að því að rjúa ákveðna einokun sem hefur kannski viðið á gögnum hjá framleiðendum og bara örva nýsköpun. Hugsaðir heilbrigðislausnir byggðar á rauntímagögnum frá sjúklingum. Já. Eða fyrirtæki sem sérhæfir sig í að fínstilla orkunotkun í heilu hverfuminn með gögnum frá alls konar skynjurum. Þetta er svona það sem lögin eiga íta undir. En byrju nú aðeins. Ef ég er fyrirtæki sem laði fullt af peningum í að þráa þetta tæki og gagnasöfnununa, hvað verður þá mín viðskipta lendamál? Er ég bara skyldaður til að deila öllu? Það lítur að vera áhugaefni. Mjög mikilvæga punktur. Og nei, það er ekki þannig. Lögin gera alveg ráð fyrir vernd viðskipta lendamála. Gott. Áður en gögnum er deilt, þó getur gagnaeigandinn krafist þess að sá sem fær gögnin gerir ráðstafnir til að tryggja trúnaða. Það getur verið að skrifa undir samninga eða nota tæknilegar hindranir, til að komi veg fyrir frekari dreifingu. Þannig að það er ykkur vatnagli. Já, og í algjörum undantekningatilvikum ef það er hægt að sýna fram á virkilega mikla hættu á alvarlegu og óbætanlegu fjárhagstjóni, þá má jafnvel neita aðgangi og mjög viðkvæmum leyndamálum. En þröskuldurinn er þó líklega frekar hár. Já, þröskuldurinn er hár. Þetta er klárlega eitt af þessum svæðum þar sem verið er að reyna að finna svona jafnvægi. Það verður áhugavert að sjá hvernig þetta þróast í praxís. Já. En þetta snýst ekki bara IoT-gögn, er það? Lögin tala líka sanngjarni í samlingum milli fyrirtækja B2B þegar gögnum er deilt. Hvað þýðir sanngjarnt þarna? Í grunninn þýðir að bara að samningsskilmálar mega ekki vera óréttlætir eða mismuna. Það er eiginlega bannað að setja inn ákveðna tegundir skilmála sem eru alltaf taldir ósanngjarnir. En svo til dæmis? Já, til dæmis ef einhver reynir að takmarka ábyrgð sína á alveg óaðlilegan hátt. Þetta er hugsað svolítið til að vernda minni fyrirtæki gagnvart kannski stærri aðilum sem gætu annars bara sett öll skilyrðin. Skiljanlegt. Heiðu, annað sem ég veit að mörg fyrirtæki díla við, þá er þetta að vera fastur hjá einum skíaþjónustuaðila, þetta vendor lock-in. Er verið að reyna að gera eitthvað í því? Já, það er alveg skýrt markmið í gagnalögunum. Þau eiga að gera það bæði tæknilega og fjárhagslega auðveldara að flytja gögn og heila þjónusturnar bara á milli skíaþjónustuaðila. Hvernig þá? Það er gerðar kröfur að þjónustuaðilar þurfa að aðstoða við flutningin og tryggja svo kallað samvirkni, að grunnvirkni haldist þegar þú fyrir yfir. Í rauninni að þú getur gert svipaða hluti með gögnin þín hjá nýja aðilanum.
Ok, það hljómar vel. Og svo líka þetta með gjöldin, það á að draga verulega úr eða bara afnema þessi svokalluðu egress fees yfir ákveðið tímabil. Þessi gjöld fyrir að taka gögnin sín og fara. Akkurat, þau hafa verið svolítið þyrnir í augum margra, þannig að þetta auka samkeppni á þessu markaði. Það var ekki slæmt. En hvaða aðrar áskoranir eða kostnaðarliðir gætu fylgt þessu fyrir fyrirtæki? Ég hugsa þetta með að deila gögnum. Fæ maður eitthvað borgað fyrir það? Já, þegar að fyrirtæki skylt að deila gögnum, þá getur þetta krafst sanngjarnra þóknunar. En lykilatriðið hérna að þessi þóknun á fyrst og fremst að endurspegla kostnaðinn við að gera gögnin aðgengileg. Bara kostnaðinn, ekki verðmæti gagnanna? Ekki endilega verðmæti sjálft, nei. Hugsunin að koma í veg fyrir að það verði of dýrt að fá aðgang. Og fyrir lítill og meðalstór fyrirtæki sem fá aðgang reglan ennþá strongari. Þá má þóknunin ekki færa yfir raunkostna. Ok, það verður líka vera gangsægi hvernig þóknunin reiknuð út. Svo bætast þau lita við kröfur alls konar tæknilegar öryggisráðstafanir og líka vernd gegn ólögmætum aðgangi erlendra stjórnvalda að gögnum sem eru geymd innan ESB. Það annar stór pakki þar. En ok, ef við reynum að draga þetta saman, þegar allt kemur til alls, hver þá vonin? Hver svona stóri jábæði ávinningurinn á þessu öllu saman fyrir Evrópur? Sko, vonin klárlega að þetta ýti undir nýsköpunarbylgju. Bara það að fá skýrari reglur og meira flæði á gögnum ætti að auka samkeppnishæfni. Og svo gætu opinber þjónusta batnað, stefnumótun orðið byggð á betri upplýsingum. Við sáum það kannski aðeins í COVID-faraldrinum þegar nafnlaus farsímagögn voru notuð til að skilja útbreiðsluna. Já, það var dæmi þetta. Þetta sýnir svolítið kraftin í því að hafa aðgang að gögnum á öruggan hátt og þessi löggjöf leggur líka grunninn að því sem kallast samevrópsk gagnarými. Gagnarými? Já, til dæmis á heilbrigðissviði eða orkusviði, þar sem gögnum frá mörgum aðilum væri safnað saman undir ákveðnum reglum til að knýja áfram rannsóknir og þróun. Það gæti alveg gjörbreytt sumum gerum. Það því alveg ljóst að þetta ansi stór og flókin tilraun til að móta framtíð gagnavinnslu í Evrópu. Það verið að reyna að ganga þessari mjög svo fínu línu. Algjörlega, milli þess að opna fyrir ný tækifæri úr gögnum og svo að vernda þessa rótgrónu hagsmuni eins og persónuvernd og viðskiptaleyndarmál. Einmitt. Og hvernig þetta jafnvægi næst svo í framkvæmdinni, það verður eiginlega lykilatriði á næstu árum. Tæknin, lögin, viðskiptamódelin, það þarf allt að þróast svolítið saman. Akkurat. Og kannski svona ein pæling í lokin til að velta fyrir sér ef þessi aukna samvirkni og þessi nýju gagnarýmin á virkilega flugi, hvaða alveg óvænta viðskiptamódel eða lausnir sem við sjáum kannski alls ekki fyrir okkur núna gætu þá orðið að veruleika.